Á annað 100 manns ræddu olíuhreinsistöð á Vestfjörðum á málþingi í Edinborgarhúsinu á Ísafirði í dag. Formaður Náttúruverndarsamtaka Íslands segir verulega sjónmengun af slíkri stöð. Lilja Valgerður Pétursdóttir og Hafþór Gunnarsson eru með þessi frétt. Það var fjórðungssamband Vestfirðinga sem stóð fyrir málþinginu í dag en í gær fór sambærilegt þing fram á Bíldudal. Á þinginu voru ræddar hugmyndir olíuhreinsistöð á Vestfjörðum. Árni Finnsson, formaður Náttúruverndarsamtaka Íslands, var á meðal þeirra sem héldu erindi á þinginu. Það verður mikil losun á gróðurhúsalofttegundum við að reka og byggja svona stöð og ætli Ísland að vera framarlega í flokki í endurnýjanlegri orku og loftslagsmálum, þá verðum við að hugsa öðruvísi en svona. Þetta verður náttúrulega gríðarleg sjónmengun að þessari stöð, bæði í rekstri og líka sem bara blasir við öllum þarna sem fara og ég held að það myndi skaða ímynd Vestfjarða mjög mikið fyrir ferðamenn. Sjónmengun, það jú smekksatriði sem hafa talað að Pompidou listasafnið í París líkist olíuhreinsistöð. Þetta því tilbreyting en í einum dal á Vestfjörðum, allir í víðáttu Vestfjarða, þar mun það ekki skipta miklu máli neikvætt og áreiðanlega margir eftir að gera sér ferð í skammdeginu til að sjá ljósadýrðina í slíkri stöð þegar hún risin.